Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni eins konar páskaþáttur enda föstudagurinn langi í dag og þar á leiðandi páskarnir á sunnudaginn eins og við vitum. Við ætlum samt ekkert að vera of hátíðleg í þættinum, við ætlum svona að fá bara til okkar skemmtilegt fólk að venju og ræða hin ýmsu málefni líðandi stundar og slíkt. En auðvitað mun þessi tími páskarnir og sumardagurinn fyrsti og þetta hafa einhver áhrif á efnistökin eins og gengur. En fyrstu viðmælendurnir eru komnir í sófann til mín og þau ætla að ræða við mig innflytjendamál og íslenskukennslu. Þorlákur Axel Jónsson og Ólöf Jónasdóttir, velkomin í þáttinn. Takk. Þið voru meðal fyrirlesara á málþingi í Háskólanum í síðustu viku þar sem við verðum að tala innflytjendamál og við byrjum bara á þér, Þorlákur, þitt innlegg íslensku, viðhorf fólks til íslenskukennslu, er það ekki eitthvað svoleiðis? Hvernig segðu mér hans frá þessu? Já, það var gerð stór könnun viðhorf og athafnir fólks á Norðurlandi, samfélag og velferð á Norðurlandi. Hún var gerð á Akureyri, Dalvík og Húsavík og það voru hátt í 2000 manns sem svöruðu, 300 innflytjendur þar á meðal. Og viðhorfin til íslenskukennslu eru einfaldlega þau að flestum finnst að innflytjendur eigi að læra íslensku. Og Íslendingar eða heimamenn, þeir segjast vera mjög sammála þessu og innflytjendur eru þá frekar sammála eða mjög sammála. En stuðningurinn almennt er mikill. Hugmyndin er sú hjá fólki að innflytjendur eigi að læra íslensku. Það er reyndar kynjamunur meðal heimamanna, þannig að konur eru meira fylgjandi því að innflytjendur læri íslensku heldur en karlar og svo er aldursmunur þannig að eftir því sem fólk er eldra þeim mun hlynntari er það því að nýir íbúar læri íslensku og svo þessi munur er ekki meðal innflytjenda, hvorki kynja né aldursmunur en hins vegar er munur eftir menntun þannig að eftir því sem að hún er meiri meðal heimamanna þá dregur úr þessu mikla stuðningi við það að fólk eigi að læra íslensku. En meðal innflytjenda sjálfra er það þannig að eftir því sem að þeir gefa upp lengri skólagöngu, þeim hlynntari er þeir því að fólk læri íslensku. En þú varst líka að skoða, þið voruð að skoða þetta líka milli bæjarfélaga, ekki rétt, Akureyri, Húsavík og Dalvík. Já, hvað þetta varðar, þá er ekki munur á milli bæjanna. Að almennt þá er það skoðun allstaðar að nýir eigi að læra íslensku, bæði meðal heimamanna og innflytjenda. Ólöf, ykkar erindi, það var bara heitið það er leikur að læra íslensku, eitthvað í það áttina og þú kemur úr leikskóla umhverfinu. Já. Þið voruð að skoða börnin aðeins. Hversu vel komum við til móts við nemendur af erlendum uppruna í íslenskukennslu? Það náttúrulega í öllum leikskólum verið að gera eins vel og hægt en við sjáum það náttúrulega það þarf að gera meira. Og sáum okkur leik á borði þegar það var auglýst sprotasjóð og sendum inn umsókn þangað og fengum styrk til 1 árs. Og erum þá í raun og veru að kanna hvaða vinnuaðferðir skila góðum árangri, hvað við erum að gera og fá fræðslu fyrir starfsmenn. Vegna þess að það sýnir sig að það náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli að allir starfsmenn í leikskólanum taki þátt í þessari viðbótarmálörfun. Það er ekki nóg að það sé einhver einn sem sinnir þessu málaflokk, heldur þurfum við að koma þessu inn í hið daglega leikskólalíf til viðbótar við þá málörfun og málrækt sem er til staðar. Já. Hefur þetta verið vanrækt finnst þér á síðustu árum? Þetta eru breytingar að verða mjög hratt og hlutfall erlendra nemenda í skólum alltaf að verða hærra, er það ekki rétt sem er? Jú. En hefur verið brugðist við þessu nógu ákaflega? Bæði og. Á leikskólanum Miðavelli sem ég starfa þá var til dæmis mjög flott verkefni í gangi árunum 2002 til 2004 menningarlegan margbreytileika og við náttúrulega búum að þeim grunni ennþá í okkar húsi og við erum með hátt hlutfall af erlendum eða börnum sem eru með fleiri en 1 tungumál. Það eru 23% í dag. Já. Sem er held ég hæsta hlutfallið á Akureyri í leikskólanum. Þannig að við sjáum það alveg að það þarf að gera meira og það þarf að finna einhverja leiðir sem að virka í þessu daglega amstri sem skila markvissum árangri. Og fræðsla til starfsmanna
skiptir líka máli og að finna þessi vinnutæki sem virka og eru skemmtileg fyrir börnin þannig að þau séu áhugasöm og þau eru að læra í gegnum leikinn. En þau þurfa þess að viðbótar málörun. Já. Og af hverju hafið þið komist? Er þetta fólkið að einhverju leyti í þessum nýju snjalltækjum og þessari tækni sem við erum með í dag? Já, það eru alveg frábær forrit sem hægt að nýta alveg óbúslega fjölbreyttan hátt sem eru aðgengileg fyrir kennara. Þannig að maður er ekki að eyða löngum tíma í að útbúa námsefni og við notum það mjög mikið og börnin hafa gaman af því og við erum að nýta það alveg niður í yngsta aldurshópinn. Þannig að verkefni náttúrulega á öllum deildum hjá okkur og við erum líka svona hvaða matstæki höfum við til þess að meta stöðu þeirra, til þess að sjá hvar þarf að vinna betur. Af því að þessi börn geta verið með leikmálið nokkuð á hreinu en það vantar inn kannski ákveðna orðflokka. Þannig að við erum líka svolítið að skoða það hvar við þurfum að setja inn aukna áherslu og bæta þannig að þau séu betur tilbúin fyrir skólan. Já. Þorlákur, hafa verið gerðar miklar rannsóknir almennt á þessu, á íslensku kunnáttu og viðhorfi fólks til íslensku náms útlendinga? Það er nú ekki hægt að segja það. Mér er ekki kunnugt um það. En það er verið að gera rannsóknir. Þetta er náttúrulega nýtt svið og breytingin er ekki gömul. Hún er vel innan við 20 ára, þessi mikla breyting. Þannig að við erum nú rétt að byrja að skoða það. En við skoðum til dæmis ánægju með íslensku námskeið fyrir útlendinga og hún er almennt mikil þannig að og reyndar eðlilega þannig að eftir því sem menn hafa tekið fleiri þeim mun ánægðari. Það er einhver hópur sem að mætir á eitt námskeið og er ekki ánægður og tekur ekki fleiri. Þannig að það er auðvitað verk að vinna þar en það held ég að hljóti að vera sem sagt, við erum þó að gera eitthvað og það sem gert það er fólk ánægt með. Við spurðum fólk út úr því með það hversu líklegt það telur sig vera til að nota íslensku daglegu lífi, þar að segja innflytjendur eða fólk sem að svaraði spurningalistanum ekki á íslensku. Og það var spurt til dæmis út í búð, hjá lækni og í vinnunni og almennt og yfirleitt þá gerir fólk frekar ráð fyrir því að nota íslensku. En það er þó ekki nema frá því að helmingurinn sé nokkuð viss að nota íslensku og upp í kannski 2/3. En það er þá alveg eftir talsverður partur sem að segir annarkvort hvorki né eða gerir ekki ráð fyrir því að nota íslensku við þessar aðstæður. Já. Og við reyndum svo átt okkur á hvað skýrir það og það eru búsettu tími í landinu og aldur skýra þetta greinilega. Það er að segja að við bætum ágiskun okkar það hversu líklegt fólk er til að nota íslensku með því að taka tillit til hversu lengi fólk hefur búið hérna og hversu gamalt fólk er. Það að eiga börn eða vera kona eða hafa háa stöð á vinnumarkaði, það skýrir þetta miklu síður. En ef að fólk hefur tekið íslensku námskeið nokkur, þá eykur það líkurnar á að fólk noti íslensku í daglegu lífi. Þannig að það allavega fer saman. Já, og þetta er með þessi íslensku námskeið, en ég meina, sko, það hlýtur líka að vera bara stór þáttur í að læra íslensku að bara fá að taka þátt í samfélaginu og þurfum við kannski, ég veit ekki, vera dálítið kannski þolinmóðari líka bara gagnvart fólki í samfélaginu og hjálpa því að læra íslensku. Já, ég held að það sé ekki spurning og við einmitt þegar við sáum árangurinn af þessu verkefni og hvað þetta var í raun og veru gagnleg vinna þá sóttum við strax aftur í sprotasjóð og næsta verkefni snýst þá einmitt betri móttökuáætlun, betri samvinnu milli heimilis og skóla hjá þessum foreldrahópi og rafrænar orðabækur sem hægt er að vinna með heima og í leikskólanum vegna þess að góður grunnur í móðurmálum sem sagt hjá þessum barnahóp skiptir gríðarlega miklu máli. Já. Þannig að foreldrar séu hvattir til þess að nota móðurmálið heima með börnunum er alveg lykilatriði í hvernig þeim gengur svo ofta að læra íslenskuna líka. Maður heyrir ofta að börnin séu svo fljót að ná
ná tungumál og taka þátt í leikskólanum og svona og foreldrarnir sitji síðan eftir. Já. Er það sem þið eruð að upplifa á leikskólanum? Börnin eru náttúrulega í þessu íslenska málumhverfi 8 tíma á dag. Það sem eru gerðar ákveðna kröfur og náttúrulega þessi þolinmæði er kannski til staðar þar. En hjá foreldrum sem eru kannski á vinnumarkaðnum, þar er kannski einhæfari störf og ég tek alveg eftir því að þegar þú ert að tala við foreldra sem ekki kunna góða íslensku, þá þarf maður bara að nota einfaldar setningar. Við tölum oft of mikið, notum of mörg orð. Einmitt. En þetta er allavega gott að þetta sé komið á stað, þessi vinna og við fylgjumst bara spennt með. Þorlákur og Ólöf, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og gleðilega páska. Já, takk sem leiðis. Og við höldum hérna áfram í föstudagsþættinum eftir skamma stund.